daginn og velkomin í Silfur Egils. Nei, þetta heitir Silfur þessi þátt. Silfur. Já, hlaut að koma ég mismelti mig með þetta. En við ætlum að fjalla ýmis málefni í dag. Við förum dálítið vítt og breytt í þetta. Við fáum hingað Ragnar Þór Pétursson, hann grunnskólakennari, hefur fjallað mikið um skólamál. Við ætlum að tala við hann ástandið í grunnskólum, við talaðum kreppu í grunnskólakerfinu. Við ætlum að ræða gervigreind og ýmislegt því tengt við Ingvar Björnsson sem prófessor í Háskólanum í Reykjavík. Það talaðum að það sé að gangi yfir stór iðnbylting núna, þetta verður ýmsar hliðarverkanir bæði á vinnumarkað, en svo líka erum við að sjá byltingu varðandi upplýsingatækni og Facebook og samskiptamiðla og fleira. Við byrjum hins vegar hérna í pólitíkinni með ýmis mál og gestirvinir hérna eru Smári McCarthy, Pírati, Lilja Alfreðsdóttir, varaformaður Framsóknarflokksins, Svandís Svavarsdóttir sem þingflokksformaður Vinstri grænna og Haraldur Benediktsson, sjálfstæðismaður sem formaður fjárlaganefndar. Byrjum aðeins á, ég fer svona svolítið einu í annað í þessu, en við byrjum aðeins á samgöngunum. Það ekki reiði, finnum við núna og sérstaklega út á landi vegna þess að það skorið niður frá samgönguáætlun sem samþykkt núna í haust á tíma þegar menn eru alveg vissir að við þyrftum að vera að bæta í samgöngukerfið. Arion greining segir að vanti 23 milljarða í kerfið og ég heyri að reiðin ekki síst úr þínu kjördæmi, Haraldur, Norðausturkjördæmi. Þú ert formaður fjárlaganefndar, þú getur ekki verið sáttur við þetta. Nei, ég hef ekki sagt það. Við höfum haft samgönguáætlun núna sem þingið samþykkt í haust og það eðlilegt að fólk skilji það ekki, við erum nýbúin að gera áætlun og síðan rímar hún ekki við fjárlögin. Þannig að samgönguáætlun núna í umræðinu svolítið nakin að þessu leyti, þannig stórt gat á milli, líklega 9 milljarðar. Ég minni á að í fjárlagagerðinni fyrir áramótin þá stóðu nú með sérstökum hætti að fjárlagagerðinni, allir flokkar raun og veru saman. Já. Og við bættum 4,5 milljarði í frumvarpið sem hafði komið frá starfsstjórninni. Það samt 9 milljarða gat. Reiðin sem núna gengur yfir mjög skiljanleg því að það æpir á mann þörfin fyrir samgönguúrbætur. Og það þýðir ekkert að segja að við höfum áður haft samgönguáætlun sem ekki á fullu framkvæmd. Fólk segir bara, þetta gengur ekki lengur. Og það sérstaklega viðkvæmt ástand eins og Vestfjörðum, þar sem að menn eru búin að bíða í áratugi eftir úrbótum. Já. Og þannig að ég skil mjög vel hræðsluna og pirringin sem kemur fram, en síðan hefur það nú verið sagt að það ekki verið að bakka út úr því. Það í þessari stöðu sem Jón Gunnarsson að fann að tala fyrir því að reyna að brjótast út úr þessari stöðu með nýri nálguna og fjármagna samgöngur. Sem eru vegatollar. Sem eru til dæmis vegatollar. Já. Og ég held að menn verði nú að draga andann djúpt og hlusta á sem Jón Gunnarsson og fleiri að segja í þeim efnum. Vegna þess að við sjáum bara það að við erum að fá fleiri og fleiri bílar sem eru með annan orkugjafa heldur en þess að hefðbundnu. Við þurfum að endurskoða þess vegna, við erum að fá, þú ert að taka seinni þættinum fyrir þessa sjálfvirkni, við erum að fá sjálfkeyrandi bílar. Þannig við verðum að fara að hugsa þetta í grundvallaratriðum allt upp og nýtt. Og við getum ekki haldið áfram þessari braut sem við erum núna, þess vegna skulum við taka umræðina svolítið, meiri yfirvegun heldur við ekki. En verður þú ekki og þið að redda þessu gati í þessa samgönguáætlun? Þú þarf að tala um einhverja framtíma, verður bara ekki að taka þetta gat og loka því og standa við þessa framkvæmdir sem eru þarna á áætlunni? Ég sagði áðan, það hefur áður verið gerð samgönguáætlun sem ekki verið að fullu framkvæmt. Ég ætla ekki að útiloka það að ríkisstjórnin núna endurskoði fjárlögin fyrir þetta ár og við reiknum reyndar alltaf með því í fjárlagavinnunni í haust að ný ríkisstjórn myndi einhverjum hátt koma með nýtt fjárlagafrumvarp. Ég ekki að boða það, en ég bara minna á það að þetta í sjálfsins ekki niðurskurður, þetta var áætlun sem var lögð fram, veruleikinni síðan fjárlögin og fjárlögin að leggja áherslu á margaðar af þetta heldur líka samgöngur, við lögðum áherslu á heilbrigðismál og löggæslu og slíka hluti. Það ekki til endalausir peningar því miður. Svandís? Já, ég held að þetta sé nú að hluta til eða svona birtingarmynd þess þeirra ástæðu að almenningur hefur stundum enga trú á stjórnmálum. Ég meina það urðu þáttaskil þegar við sameinuðumst samgönguáætlun. Það greiddu allir í þingsal atkvæði með samgönguáætlun vegna þess að við litum svo á að það væri í raun og veru að ræða neyðaráætlun í mörgum skilningi vegna þess að við erum að fá hér alveg gríðarlega aukið álag á samgöngukerfið okkar og það virkilega þörf á því að bæta þar úr, bæði í nýframkvæmdum og viðhaldi og það eru svo sömu þingmennirnir
sem nokkrum vikum síðar draga sama seglin og segja þetta eru peningarnir sem við höfum. Þannig að við meintum ekkert með því sem við sögðum hér fyrir mánuði eða 2 mánuðum og vorum samfarandi í ræðum á Alþingi það að þetta væri eitthvað sem við þyrftum virkilega að bregðast við. Þannig að ég bara sammála því mati að það verður að loka þessu og ástandið bæði á norðvestursvæðinu og ekki síður á austursvæðinu þetta er bara mjög alvarlegt ástand og ef við ætlum að vera ferðaþjónustuland þá verður að vera gestgjafar með sjálfsvirðingu. Þannig að við séum ekki að dæla fólki inn á samgöngukerfi eða innviði sem að í raun og veru standi ekki undir nafni. Þetta er bara orðið alvarlegt og í raun og veru getur enda með stórslysum og gerir það því miður allt of oft. Og þannig að það að vera að ræða einhverja gjaldtöku inn í framtíðina hvað það sem að náttúrulega ekkert annað en notendagjöld. Þegar að við horfumst í augu við það að það er núna sem verður að grípa til aðgerða í raun og veru óásættanlegt. Já, ég er algjörlega sammála þessu og sérstaklega vegna þess að það er nýbúið að samþykkja þessa samgönguáætlun, svo koma fjárlögin og hljóð og mynd var ekki saman. Og ég held líka hvað þetta varðar og þessa vegtolla sem er verið að ræða. Ég spyr, af hverju setjum við ekki komugjöld á? Ég meina ein af ástæðum þess að allt þetta álag það er út af aukningu ferðamanna og ég meina við þurfum stór aukið viðhald með allri vegagerð og öllu slíku. Við eigum að setja komugjöld á. Við eigum auðvitað að gera það og ég skil ekki af hverju það er svona mikið vandamál. Við getum farið í það hratt og örugglega, þá fáum við inn það fjármagn sem skortir. Og ég segi, þetta er næsta skrefi til þess að fjármagna samgönguáætlunina. Ekki vegatollar? Nei, ekki nema að það sé einhver önnur leið út úr borginni til að mynda, maður hefur verið að heyra það þegar að setja vegtolla bara hérna þegar við erum á leiðin út á landi eða annað slíkt. Ég er ekki hlynnt nema að sé annar möguleiki í boði. Ég heyr ekki betur en að ráðherrann sést þegar þarna bakka með þessa hugmynd enda mætir hann andstöðu í nágrannasveitarfélögum. Og mínar áhyggjur eru líka svolítið þær að það er einhvern veginn farið á stað með einhver svona hugmynd en það er ekki búið að úthugsa það neitt verulega, það er ekki kynning á því og þá einhvern veginn lendir ráðherrann í vandræðum og við erum einhvern veginn komin í eitthvað svona einhverjar umræður sem skila engu. Ég meina það er ljóst við getum sett komugjöld á. Aðrar þjóðir eru að gera þetta er tiltölulega einföld og við erum líka átt okkur á því að breytingarna sem eru búin að eiga sér stað á hagkerfinu okkar í gegnum þjónustujöfnun og alla þessa ferðamenn sem koma inn, það var afgangur upp á 260 milljarða. Ég meina aukningin bara í umsögum hagkerfisins sem eru að koma, auðvitað eigum að gera betur hvað þetta varðar. Smári, þú ert þingmaður í stóru landsbyggðar. Já, og ég líti mitt á svona vegatolla sem bara skatt á landsbyggðina, á fólk sem býr utan höfuðborgarsvæðisins sem þarf ofta að sækja þjónustu inn á höfuðborgarsvæðið. Þannig að svona vegatollar, þeir laga heldur ekki vandamál sem er það að í bara mörg ár og áratugi jafnvel er búið að vera vanfjármagnað samgöngukerfið. Svo núna, ég mitt sem nýlið á þingi á svolítið erfitt með að átta mig á því hvernig stendur á því að við erum aftur og aftur að horfa upp á að það einhvern veginn vantar samhengi milli þess sem er sagt að þurfa að gera og þess sem er ákveðið svo að gera. Ef við myndum kannski láta þetta fara saman og nú töluðu Píratar fyrir því þegar við vorum í þessari fjárlagagerð að það yrði full fjármagn í samgönguáætluninni en þá var sagt það er ekki til peningar. Það má ekki fara út í þessa vinnu. Af hverju var fólk þá að samþykkja þessa samgönguáætlun? Ég skil það ekki. Við verðum að fara að ná betra samhengi á þessu og samgöngukerfið út all land, bæði sérstaklega á Suðurlandinu kannski og fyrir norðaustan en ekki síst Vestfirði og já, algjörlega. Það er reynda svo óbúðslega mikið innbreiðar brýr, vantar vegkanta og svona viðlegukanta og svona. Þetta er ekkert það erfitt að laga þetta ef við náum bara í þessu peninga. Flest slísin eru nú líklega á Suðurlandi. Já, og þess vegna segi ég er alveg sammála því að taka upp. Það þarf bara að gera. Má ég aðeins segja þetta að það sem er líka alvarlegt að við erum að sjá, við erum með minni peninga heldur en var lagt upp með í samgönguáætlun. Og svo erum við með ráðherra sem að telur það vera sitt verkefni að ráðstafa þessum takmörkuðu peningum sem til eru með því að skera niður algjörlega og við tróg ákveðin verkefni eins og til að mynda Dettifossveg, Berufjarðarbotn sem að núna hefur verið í umræðu, úrbætur á Vestfjörðum, Snæfellsnesi og víðar, en skerða ekki á öðrum svæðum og þá kannski fyrir einhverja tilviljun á Suðvesturhorninu. Og þarna er hann í raun og veru að grípa fram fyrir hendurnar á þinginu og ég tel að hann mun ekki komast upp með það. Ég held að við þurfum þá að samþykkja nýja samgönguáætlun sem að gefur ráðherrunum umboð til þess að fara í tiltekna framkvæmdir, en það er ekki fyrsta skipti sem Jón Gunnarsson fer fram fyrir þingið. Það er ótrúlegt að hlusta á þessu umræðu hérna. Hérna samgöngur að það eru búin að gefa upp boltan, við verðum að fara að hugsa þetta með öðrum hætti. Og
bara höfum það alveg á hreinu, við sem að sátum nú í þingsalum og samþykktum samgönguáætlun, við vissum alveg að samkvæmt fjármálaáætlunum var samgönguáætlun ekki fjármagnuð, það bara hlustaði enginn á það. Það mun koma fjármálaáætlun núna inn í þingið núna á vordögum. Við skulum sjá hvernig samgönguáætlun meðhöndluð þar. Það mun koma ný samgönguáætlun. Og við verðum að gefa því gaum að við komumst ekki út úr þessari stöðu, við ætlum bara að halda áfram svona því að það kalla á forgangsröðun fjármuni til heilbrigðismála, menntamála og svo framvegis og framvegis. Það bara ekki til nóg af peningum. Annað sem ég vil bara benda á. Það búið að lofa svo miklu. Ég bara segi og við erum mörg. Fyrir kosningar búið að lofa svo miklu. Samgöngumálum, heilbrigðismálum, menntamálum, það var bara lofað. Spurningu trúverðuleika. Ég ætla bara að segja það, við erum öll sammála það hér. Að bara fari ekki að komast á skrið, úrbætur í samgöngumálum og öðrum málum hér út á landsbyggðinni, á mun verða ginningargap hérna á milli Suðvesturhornsins og landsbyggðarinnar, því að þar erum við að keyra bara praktískt mál, við erum að keyra skólabörn okkur einasta degi eftir handónýtum vegum daglega í skóla. Það bara gengur ekki. Við þurfum að finna aðra lausnir á því að laga þessa vegi og við höfum bent á lausnir eins og við reyndum í vegagerð hér á síðastlunu sumri með smá tilraunaverkefni sem fjárlaganefnd síðasta þings lagði undir, þar sem við gátum skaffað ódýrari lausnir því að þetta veruleiki fólksins sem býr í sveitunum út á landi. En þess vegna segi það, akkur erum við svona smeyk við það til að mynda að setja á komugjöld. Ég meina þetta tiltölulega einföld í framkvæmd, aukningin á vegum og þessi aukna umferð vegna þessa, akkur bregðumst við ekki við? Komugjöld eða annar, við verðum að skoða þetta í heild sinni, við erum sammála. Það að tala nýja hugsun, að fara út í einhverja nýja hugsun. Jú, það fínt að tala að fara út í nýja hugsun. Hvernig væri að fara að hugsa þetta á þennan nýja hátt? Ekki sópa í þá að borðinu strax. Það segja þetta, en það svolítið að gera þetta. Nú ætla ég að fara út í annar mál og það ég þarf að byrja þér, Lilja, þetta nú, þetta tengist en þetta ekki alveg sama máli. Þannig reyndar annars vegar það að menn að tala að Vogunarsjóður muni að kaupa stóran hlut í Arion banka og það kannski hringir ákveðnum viðvörunarbjöllum. Svo eru líka fréttir það, þeir sem þið Framsóknarmenn hafi talað að ríkisstjórnin sé að sýna Vogunarsjóður mikinn skilning þess að verða funda með fulltrú Vogunarsjóða í New York. Hvað að gerast að þínum að því? Við settum, fyrrverandi ríkisstjórn, hún setti á framfæri eða setti áætlun losun fjármagnshafta í júní 2015 og þá í raun og veru var farið á stað með ákveðna áætlun sem hefur gengið eftir eiginlega fullkomlega síðan. Það að segja, kröfuhafarnir eru farnir út varðar slitabúin, þeir eiga þarna hlutu þetta í Arion banka en nú verið að tala það að við vildum forgangsraða þannig að þeir fengu ákveðið tækifæri að fara út í útboði Seðlabankans núna í júní. Hluti af þeim fór út en hluti af þeim ákvað að sitja lengur og reyna að bíða þetta af sér, bíða þáverandi stjórnvöld í raun og veru af sér. Nú verið að tala það að jafnvel að hugsanlega komast að einhverju samkomulagi við þá, en þeir eru komnir samkvæmt fyrri áætlun, þeir eiga að vera aftastir í röðinni, næst kemur að því að losa heimilin í landinu og fyrirtækin í landinu en ekki þessa kröfuhafa. Og þess vegna við að segja ekki breyta þessari forgangsröðun vegna þess að hvað ætlum við að segja við þá aflandskrónueigendur sem tóku þátt í útboðinu í júní á síðasta ári, hefði ekki þá verið miklu skynsamlegra fyrir þá að sitja. Þannig að ég segi, það sem við þurfum að gera núna, við þurfum að halda okkur áfram við þessa áætlun og við höfum ekkert að hvika frá því. Ertu hræddur að ríkisstjórnin sé á eitthvað þá að bregðast í þessu máli miðað við það sem hafa lagt upp með? Já, ég held að það eru kjöraðstæður til þess að fara í losun fjármagnshafta og við eigum að halda okkur við það, við vorum búin að segja við þessa aðila, ef þið takir ekki þátt í útboðinu, þá farið það aftast í röðuna og sitja á reikningum sem eru með 0,5% vexti, en ef við ætlum að hleypa þeim framfyrir, þá erum við raun og veru að hverfa frá þeirri áætlun sem við settum upp og trúveruleiki íslenskra stjórnvalda, hann verður ekki sá sami ef við gerum. Þetta stórir aðilar? Þetta ég held að þetta í kringum, hvort þetta sé þetta rúmir 100 milljarðar og þetta eru stóru Vogunarsjóðanir sem enn eiga þarna kröfur. Já, Smári. Já, mér finnst allar fréttunar af þessu svona sölu vera svolítið skrýtnar. Það talað að selja þetta á genginu 0,8 sem hljómar fyrir mér eins og 20% afsláttur af aðgengi að eigið fyrir bankans. Og í rauninni þetta bara svona lítur svolítið út eins og að sé verið að stilla upp fyrir svona nýtt Alþani-ævintýri að
bara þessi endalausa sala á bönkum og Þú veit að þá er þetta bankasöluna. Já, en út af því að vogunarsjóðunir eru þarna ekki að koma inn bara vegna þess að það er rosalega gaman að eiga banka á Íslandi. Þeir eru að koma til að græða og einhvern veginn eru aðstæðanir orðnar þannig að þau munu græða. Ef maður horfir á gengi krónunar gagnvart dollar þá sést það svolítið að núna er gengið í því, á því stíi sem að þessir kröfuhafar voru að biðja þannig að síðsliðið sumar. En þarna held ég líka varðandi svona framtíðarskipan Íslands fjármálamarkaðar. Við þurfum auðvitað að hugsa hann áður en við tökum næstu stóru skref og það er það sem við höfum verið að kalla eftir í efnahags- og viðskiptanefnd og ég lagði ríka áherslu á það núna þegar við vorum að ræða eigandastefnuna til að mynda ríkisstjórnin eða fjármála efnahagsráðherra hann birti nýja eigandastefnu uppfærða og er óskað eftir athugasemdum við hana og þar er í raun og veru tvennt sem kemur sérstaklega fram. Það er annars vegar hvað eigi að selja og hins vegar að það er hugsanlega miða að dreifðri eignarhald, en það er ekki dreifðu eignarhaldi, en það er ekki rætt heyrðu, hver á stærð þessara bankakerfis að vera. Við heyrum það alls þar, bankakerfið er of stórt, getum við ekki hagrætt betur, getum við ekki hugsanlega lækkað þá þjónustugjöld, lækkað jafnvel vaxtakostnaði þar sem verið að rukka íslensk heimili og fyrirtæki í landinu. Mér finnst að öll þessi heildarskoðun, við eigum hann alveg eftir, við megum ekki gleyma því að við erum í raun og veru svona tiltölulega nýkomin á þennan stað sem við erum í dag, varðar fjármálakerfið, vegna þess að Íslandsbanki hann kemur náttúrulega ekki til ríkissjóðs, það er ekkert svo langt síðan. Við erum í einstakri stöðu til þess að hugsa þetta upp á nýtt og við eigum að gera það og það er í raun og veru að mynda svona þverpólitísk sátt í efnahags- og viðskiptanefnd að löggjafinn taki þetta svolítið að sér, óski eftir ákveðnum upplýsingum, að við förum í þetta með skipulegum hætti og spyrjum þessara kritísku spurninga. Hvað finnst þér þá að fara að selja vogunarsjóði stóran hluta í stærsta banka Íslands? Slitastjórn Kaupþings náttúrulega á þennan banka, ríkissjóður á 13% í þessum banka, þannig að þeir ég er mjög skeptísk á það vegna þess að mér finnst í raun og veru þú ert komið með svona ríkjandi eða ráðandi hlut, það er vogunarsjóður sem á í þessum banka, hann slá viðkomandi aðilar eða eigendur þeirra svolítið tónin fyrir það sem koma skal á íslenskum bankamarkaði. Og ég bjóst reynilega við því að það yrði gengið frá þessu öllu í vikunni, en ég segi reynum svolítið að sjá svona hvernig við viljum sjá Íslands bankakerfi inn í framtíðina. En þú vilt ekki að þessi sala gangi í gegn? Nei, ég meina það er líka merkilegt að við erum að tala sölu upp á hugsanlega 90 milljarða, það er talað sem ég sá og sko hversu mikið er þetta eins og borgunarmálið að þessi nýju eigendur muni fá allt kaupverðið tilbaka í arð bara á örfáum árum. Nei, það er alveg hætt á því og ég finna kannski er það eitthvað sem að fólki finnst lagi en mér finnst þetta eins og það sé verið að selja þetta allt saman með afslætti. Ég verð að taka undir það sem að Lilja segir hér það að það er einstakt tækifæri til þess að ná utan þessar stóru spurningar og það er mjög furðulegt í raun og veru að leggja upp með hlutina í svona rangri röð að það er að segja að fara að leggja upp í sölu áður en búið er að kortleggja það hvernig við viljum hafa þetta og mér finnst áhugavert að þingið skuli vera og efnahags- og viðskiptanefnd í raun og veru að taka málið til sín vegna þess að það skortir forystu fyrir málið. Er þingið að taka málið af stjórninni? Ég get ekki séð betur heldur en efnahags- og viðskiptanefnd sé að eigin frumkvæði að fara að kalla eftir því að fara í stefnumótun í þessum málum vegna þess að ráðherrann eða ríkisstjórnin er að vinna hlutina í undarlegri röð svo ekki sé fastur á orði kveðið. Sporin auðvitað hræða þegar við erum að tala banka og sölu og svo framvegis og það að vera með þetta allt saman undir í einu virkar eins og hálfgert outlet og ef ég kann eitthvað í pælingunum frambúð eftirspurn þó ég sé ekki eins og góð í hagfræði eins og Lilja að þá hefur það auðvitað áhrif líka á það hvað fæst fyrir það sem verið er að selja. Þannig að við þurfum að vita hversu stórt hlutfall á þetta að vera hagkerfinu í heild, hversu marga banka viljum við hafa og svo framvegis það er núna sem við tækifæri til þess. Ætlum við að skilja á milli viðskiptabanka og fjárfestingarbankastarfsemi, hentar það okkur og svo eigum við líka auðvitað liðið líka svolítið að þessum aðstæðum sem eru hér á Íslandi. Vegna þess að við auðvitað lentum í risastóru fjármálaáfalli hér, þannig að við þurftum að endurskipuleggja allt og nú erum við komin á svona nýjan skurðpunkt og við þurfum bara að vanda okkur. Þetta er náttúrulega mjög góða punktur það er þetta hvort að við eigum að skilja þarna á milli fjárfestingarbanka og viðskiptabanka. En áður að við getum tekið ákvörðun það, þá þurfum við að fara mjög gaumgæfilega yfir þetta og mér líst í raun að vera mjög vel á það sem við erum að heyra í efnahags- og viðskiptanefnd að við séum að taka málið svolítið svona til okkar og kalla eftir ákveðnum upplýsingum, hvernig við ætlum að gera þetta og ég held líka til þess að ná svona ákveðin sátt á Íslandi, þá þurfum við að gera þetta með þessum hætti. Löggjafinn þarf að taka að sér miklu stærra hlutverk í þessum
stóru málum. Svo má líka nefna það að Katrín Jakobsdóttir var að mæla fyrir máli aðskilnað bankastarfseminnar í síðustu viku. Þannig að nefndin komið með þingmál til umfjöllunar líka til viðbótar við annað sem hún að skoða aðskilnað viðskiptabanka. En liggur eitthvað á þessu að selja þannig banka? Nei, við erum með fjármálastefnu næstu 5 ára til umfjöllunar í þinginu og kjarnin í fjármálastefnun að við þurfum að losa ríkissjóð við fjármálafyrirtækin og losa eignir þar til þess að koma ríkissjóði þessa stöðu að geta borgað niður skuldirnar og við getum aftur að fara að láta ríkissjóðin virka. Þetta er ekki eigendastefna, þetta er sölustefna, þetta er seljendastefna. Nei, má ég bara aðeins, það væri óa gott að ég fengi smá tala. Nú færðu þú tala, já. Til þess að fjármálastefna gangi eftir, þá höfum við rætt inn í fjárlaganefndinu og ég tek eftir frumkvæði efnahags- og viðskiptanefndar líka. Þá þarf að vera traust á þessu upplausnar ástandi, þegar þau leysum upp þessi eignarhaldi á fjármálafyrirtækjunum frá ríkinu yfir á einkamarkaðinn og þá verðum að ganga þá þannig frá því þannig að þetta gangi upp, þannig að fjármálastefna gangi upp og það þarf að vera traust á því hvernig við seljum bankana. Og þar höfum við mikið verk að vinna í þinginu. Hvernig ætlum við að skapa traust á því? Ég spái því að þegar við afgreiðum fjármálastefnuna út og fjárlaganefnd þá munum við vilja hafa ákveðna skoðanir því og það er svona kjarnin í því að við getum samþykkt fjármálastefnu til lengri tíma, hvernig við ætlum að standa bankasölu og slíkum hlutum. Annars sem við höfum líka rætt til mikið inn í fjárlaganefndinni varðandi fjármálastefnuna er síðan bara vaxtakostnaður ríkisins. Nú er ríkissjóður mikið skuldsettur en kannski ekki svo óskaplega mikið skuldsettur með aðra ríkissjóði en ber gríðarlegan fjármagnskostnað. Og þá er það vaxtastigið sem Lilja nefndi hérna áðan og þá þurfum við líka að þora að tala allar hliðar á því vegna að það er eitt hlutur sem ég finnst aldrei fá fókus í umræðu vaxtastig, það er þessi ávöxtunarkrafa sem við gerum í íslenska lífeyrissjóði. 3,5% ávöxtunarkrafa sem við gerum í íslenska lífeyrissjóði. Já, við höfum dýrt bankakerfi, það kostar í vöxtum, en hvað kostar okkur þessi aðferð að ávaxta lífeyrissjóðuna með þessum hætti sem við gerum og gera þessa háa ávöxtunarkröfu? Þetta verðum alltaf að hafa upp á borðanum þegar við ræðum framtíð fjármagnskostnað ríkisins og heimilana og síðan þessi hlutir, hvernig seljum við bankana, þannig að fólkinu líði vel með það. Það verður oft verið rætt þessa vaxtakröfu, ávöxtunarkröfu lífeyrissjóðanna og hún stendur nú alltaf eins og hún sé bara klöppuð í stein. Þetta er eitt af því sem við viljum líka láta skoða og ég held líka bara hlutverk lífeyrissjóðanna í nú heyrum við að lífeyrissjóðanna sé hugsanlega að koma inn og þeir eru kannski þeir aðeinslega sem getur komið og keypt banka. Hvernig lítur það allt út varðar eignarhald og hvernig munu þeir fungera á íslensku bankamarkaði? Mér finnst bara að við erum að fara yfir þetta núna, fara í þessa vinnu og við erum að ráða til okkar mjög færa sérfræðinga en að þeir skulu vinna með þinginu og taka svona næstu skref í samræmi við það. Það er vettvangurinn, við þurfum að ræða þetta í þinginu. Sko, íslenska krónan, förum aðeins í hana, styrking krónan, hún er orðin mjög sterk og nú er bara gaman að vera Íslendingur í útlöndum og kaupa hluti frá útlöndum og vera á netinu og kaupa alls konar og fara bara til New York og eitthvað svona. En sko, svo er aðrir sem segja að við séum komum á stig, það er þessi ofris og við þurfum að grípa inn í þetta og þarna séð einhver fasi sem lendum alltaf í. Já. Þurfum við að grípa inn í krónuna, inn í þetta? Ég sagði áðan og við litla vinseldir í þessum þætti að við eigum ekki peninga fyrir öllum hlutum og þá var því mótmælt hérna við eigum miklu peninga en grunnur því er ábyrg ríkisfjármálastefna. Það er svona einn af þeim hlutum sem þurfum að hafa í lagi. Krónan er fyrir atvinnulífið okkar orðin og sterk, segi ég. Við erum fann að sjá ýmis vandamál, hvort sem við erum að tala sjávarútveg eða landbúnað eða aðra hluti, aðra anga atvinnulífsins, en hagfræðin segja okkur þetta mun einhvern tíma að leita jafnvægis en ég veit ekki hvort við höfum alveg þolinmæði til að býða. Stundum hefur líka leita jafnvægis með mjög hörmulegum afleiðingum. En það sem við skulum hins vegar svolítið líta á að þessi styrking krónuna núna, hún er drifin áfram af þjónustujöfnunum, áfram af ferðaþjónustunni og það hefur átt sér stað algjör kerfisbreyting okkar hagkerfi á síðustu 5 árunum vegna þess að ofboðslega innstreymi sem er að koma inn og þess vegna er krónan að styrkja svona mikið. Samhliða því hefur Seðlabanki Íslands verið á markað og keypt að minnsta kosti 400 milljarða til þess í raun og veru að setja inn í forðan okkar, þannig að við höfum svona öryggisventil. En þannig að þetta er í raun og veru bara hagkerfið er þetta svolítið svona að taka völdin af bara þessi kraftu sem er í því. En við erum ekki eina hagkerfi sem hefur verið í svona stöðu. Til að mynda varðandi allan olíuauð Norðmanna, þeir settu á stað
olíusjóð til þess að reyna að koma í veg fyrir svo kallu hollensku veikina og ég held að við séum auðvitað svolítið á þessum tímapunkti sjálf og þess vegna hef ég og Framsóknarflokkurinn verið að tala fyrir því að setja á laggirnar ákveðin stöðugleikasjóð, að reyna að taka úr umferð ákveðið innflæði og ávaxta því jafnvel með hærri ávöxtun en gjaldeyrisforðann þannig að við getum einhvern veginn náð einhverju auknu jafnvægi þannig að þær atvinnugreinar sem að verða ósamkeppnisfærar til að mynda eins og sjávarútvegurinn, litlu fyrirtækin út á landi, það koma póstar til okkar, hægri vinstri, þau segja bara ef evran fer í 100 þá er þetta bara búið og þetta verður við að hlusta eftir þessu og það er ekki bara, það er líka auðvitað ferðamannaiðnaðurinn eða ferðaþjónustan sem lendir í vandræðum og við þurfum núna, bara þú veist, það eru mjög spennandi tímar vegna þess að þetta er ákveðin velgengni en við megum heldur ekki einhvern veginn láta hana einhvern veginn, þú veist að ef við nýtum hana okkur ekki og erum skynsöm, þá fer ekki vel. En getum við gripið inn í þetta bara núna, bara við erum að sömu leyti búin að vera að gera það. Vormánuðum, já. Ég meina með þessum opinberlegu inngripum Seðlabankans. Sumir segja að Seðlabankinn hefði ekki verið á markaðinu þá væri krónan kannski 25 eða 30%. Já. Eitthvað hlýtur því að við reynum að stilla þetta af, sko. Það er náttúrulega, þetta er gott. Þetta er náttúrulega gott fyrir suma, ég meina kaupmáttur almennings eykst og okkur líður betur mörgum kannski. Ég held að það sem þetta er svolítið eins og piss í skóinn líka. Já, núverandi ástand krónunnar er bara svolítið afleiðing af því að það hefur ekki verið mjög svona skynsöm peningastefna hérna í langan tíma. Verðbólgumarkmiðin, jú, þau eru ágæt að reyna að halda verðbólgunni niðri. En flöktið á krónunni og nú þetta rosalega ris, þetta er að svona valda slæmum áhrifum á útflutningssíðuna sérstaklega. Þannig að, og reyndar til að tengja þetta inn í þetta með vaxtastigið, þá hluti af, sko, það hvað krónan er að styrkjast myndi kannski hafa minni áhrif ef vaxtastigið í landinu væri lægra, en þess að við erum að tala um 250 til 300 miljardar króna á ári sem eru að fara bara í það að borga fjármagnseigendum fyrir aðgang að lánsfé. Og þá er ég að taka ríkið og almenning, bara fólk sem er að borga 100 miljardar og svo fyrirtækinu í landinu, þannig að allt saman komið. Ef vaxtastigið var aðeins lægra þá hefðum við kannski aðeins meira þol fyrir þessu sterku krónu. En hvort tveggja þarf að skoða. Og peningastefnan sérlegi, við ættum að alvarlega vera íhuga að binda okkur við einhvern annan gjaldmiðil með annarkvort lausum eða sterkum hætti. En svo snýr þetta svolítið að því að við leyfum hlutunum stundum að vaxa ofsalega hratt og það er auðvitað það sem er búið að gerast núna við ferðaþjónustuna og kannski þurfum við að huga því eins og ég nefndi áðan að setja upp komugjöld, aðeins kannski að stemma stíginu við þessu og aðtökast við höfum hérna. Já, ég ætlaði einmitt að nefna það sko að það eru náttúrulega augljós verkfæri sem við getum nýtt til þess að hafa áhrif á bara peningamagn í umferð og hvernig þessar hreyfingar eru allar saman eins og til að mynda komugjöld. Við gerum nú tillögu það núna í fjárlagaumræðunni að setja það inn bara fullum krafti. Við erum með allan umbúnað til þess að gera það. Bara að skattleggja ferðaþjónustuna aðeins meira til að... Já, ég meina það snýst líka að standa straumakostnaði sem að þarf að leggja út fyrir innviðina. En ég ætla að segja það líka bæði þetta mál og það sem vorum að ræða hér áðan bankakerfið, að enn og aftur þá heyrum við mjög lítið í stjórnvöldum, við heyrum mjög lítið í ríkisstjórninu þessi mál og mér finnst að ég eiginlega má til með að koma því að það urðu þau þáttaskil með þessari ríkisstjórn sem að hafa nú lítið verið rædd að ríkisstjórn Íslands hefur fundað að jafnaði 2 í viku áratuga skeið. En nú gerist það með nýrri samþykkt nýrrar ríkisstjórnar. Ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar hittist einu sinni í viku á föstudögum og lætur það duga að hafa 50% viðveru í stjórnarráðinu en í alvöru tala þá endurspeglast það í svo mörgum málum að maður hefur það mjög sterkt á tilfinninguna. Það sé svona ákveðið svona máttleysi og áhugaleysi gagnvart þessum stóru viðfangsefnum. Það er fjarvera í stóru málum, það er fjarvera í þinginu, það er svona fjarvera í því að taka utan það að vera ríkisstjórn Íslands. Ekki það að ég vilji kalla eftir meiri viðveru, en ég er bara að segja að þetta er áhugavert í sjálfu sér og kallar kannski á það að þingið hafi ennþá meira frumkvæði í stórum spurningum. Það er náttúrulega margt stórt sem er að gerast þó að mann finnst það kannski ekki með það við. Einhver svona geysilega ris sem hafa stundum verið hér í pólitíkinni, það kemur til dæmis skýrsla sem að sýni það að við erum alveg óðbúðslega langt frá því að það geta staðið við markmið okkar í loftslagsmálum. Og það er, sko, og það munar þarna 20% miðað við þennan Parísarsáttmála sem að, varst þú ekki undir? Jú, þú undirritaði Parísarsáttmála sem utanríkisráðherra, var það ekki? Það er svona, kannski ekki alveg eins og átt að vera. Það er verkefnina. Já.
Ég meina þetta risastórt mál og þetta ekki bara mál fyrir okkur á Íslandi heldur alla heimsbyggðina og það sem að ég hef kannski fyrst og fremst áhyggjur af í þessum efnum það að aðgerðaplanið verði of þröngt. Það að segja sko til þess að ná markmiði í loftslagsmálum þá þarf að vera loftslagsmarkmið í hverju einustu áætlun samfélagsins. Ekki bara einhvers konar loftslagsáætlun, heldur það þarf að vera í samgönguáætlun, byggðaáætlun, ríkisfjármálaáætlun, í öllum áætlunum hins opinbera og öll sveitarfélög þurfa að vera með sín loftslagsmarkmið og allar ríkisstofnanir þurfa að vera með sín loftslagsmarkmið og raunar líka aðilar á einkamarkaði. Og þar hefur Reykjavíkurborg til að mynda verið til fyrirmyndar með því að kalla stór atvinnufyrirtæki til að borðinu. Þannig að hver og einn setur sér loftslagsmarkmið í því skyni að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Við græjum þetta ekki allt með bindingu. En af hverju fer þetta svona, hefur þetta farið svona hjá okkur? Það var þannig fyrir 4 eða 5 árum, ég held að það verið 2012, þegar ég mælti fyrir fyrstu aðgerðaáætlun í loftslagsmálum. Já, það ekki laust í það og það var meira að segja fyrsta heildarlöggjöfin sem var sett í loftslagsmálum í minni tíð. Það var ekki til nein löggjöf með þennan málaflokk þá. Og þegar ég mælti fyrir aðgerðaáætlunni þá voru 2 sjálfstæðismenn í salnum fyrir utan félaga mína í VG sem að gerðu gís af því að við ætlum að fara að tala loftslagsmál þá. Síðan eru bara 5 ár, núna þetta orðið þannig sem betur fer að loftslagsmál eru á dagskrá allra flokka en það að það sé aðalmál, ég held að við eigum svolítið lengra í það en við höfum enga tíma. Haraldur? Já, ég sko að því að hún nefndi nú 2 sjálfstæðismenn í salnum, það var náttúrulega ósala freistandi að segja, já, við skulum skoða hverjir standa fyrir því að auka losunina hérna, en það bara gömul pólitík. Ég held að þetta sé verkefnið og ég tek undir sem Svandi segir að mörgu leyti að sem hún segir, við verðum að horfa á þetta í öllum málaflokkum, til dæmis í ríkisfjármálaáætlun. Þegar við í þinginu förum að vinna ríkisfjármálaáætlun í vor, þá þurfum við að spyrja ráðuneytin í hvernig ríma nú áætlun ykkar við markmið okkar með að draga úr losun. Þetta er stór verkefni. Ég hef fundið fyrir því og það var fín umræði í vikunni loftslagsmál og það er mikill og frjór jarðvegur í þingsalnum núna fyrir umræðu og Svandís var að nefna þetta með ríkisstjórnin og ríkisstjórnarfundin að ég vil nú líka bara í þessu sambandi að segja, mér finnst svolítið þingi bara að vera að taka sína stöðu og vera að styrkjast og ég held að það veri kannski meira þá þannig vegna þess að við með ríkisstjórn með nauma meirihluta þá mun þingið spila stærra hlutverk. En varðandi loftslagsmálin þá vantar okkur líka mikið að tækjum og tólum, það er að segja mælikvörðum og tómastokkum til þess að mæla þetta og vera meira meðvituð þetta sjálf og vita hvaða hlutverk okkar hvers og eins heimilis að því þetta byrjar þar, það byrjar hjá okkur sjálfum og ég finn það bara bæði sem einstaklingur og sem bóndi. Mér vantar bara mjög mikið að skilja hvernig get ég beitt mínu búskap til þess að auka, gera búið mitt í jafnvægi eða auka bindingu. Það er fullt af hlutum sem við getum sótt fram í. Og það sem er jákvætt við þetta, það eru allir að taka þátt í þessu núna. Það var allir áhuga því að nálgast umhverfismálin með þessi nýja nálgun og loftslagssamningurinn, hann er svona leiðarljósi í þessu. En til þess að þetta eigi að gangu, þá þarf svona að vera svona ákveðið svona innlent eignarhald á þessari stefnu og við ekki bara að fylgja því eftir sem aðrir eru að gera, heldur setja okkur skýr markmið og auðvitað er það þannig að sú orka sem er verið að framleiða á Íslandi, hún er mjög umhverfisvæn, en við þurfum að gera betur og við höfum að taka boltan og þetta er svona eitt af þessum málum sem er svona þokkaleg sátt myndi ég segja á þingi. Sammál okkur hérna vinstri. Ég ætlaði bara að nefna, tíminn er hlaupinn frá okkur eins og þar segir, ég ætlaði bara að nefna eitt bara okkur, þetta var svona dálítið stutt inngripinn í þessi loftslagsmál, en það er brennivínið sem er til umfjöllunar í þinginu. Hvernig greiðið þið atkvæði í því máli? Mári? Sko, ég er í grunninn hlynntur því að bjór verið seldur í verslunum. Ég sé ekkert að því, en mér finnst þetta bara ekki gott frumvarp. Þannig að ég býst alveg við því að segja nei. Það er verið að gera allt og margt og það er verið að fara mjög óvarlega að hlutunum. Þannig að mér finnst líka þetta mál verið að taka allt mikið andrúmsloft eða svona loft út úr öðrum umræðum. Það er rosalega auðvelt að tala áfengisfrumvarpið en það er mjög flókið að tala loftslagsmál. Þannig að af hverju fá loftslagsmálin ekki meiri vikt í umræðinu? Ég var á móti þessu, bara að segja eitt mjög gott dæmi. Á miðvikudaginn þá eyddum við eiginlega öllum deginum að tala þetta frumvarp sem er í raun og veru með algjörum ólíkindum vegna þess að kostnaður samhliða þessum mun aukast stórlega ef þetta verður á lögum. En svo vorum við að ræða aðskilnað viðskiptabanka og fjárfestinga starfsemi kvöldið.
og fjármála og efnahagsráðherra var ekki eins og í salnum, en þú veist, svona er þingi skipulagt þessa dagana, allur dagunum fór í þetta, en svo vorum við að ræða þessi stóru mál, framtíð bankakerfisins og hvernig við ætlum að gera þetta, það voru einhverjir 2 tímar á miðvikudagskvöldinu ef ég man það rétt. Svandís, hvernig greiðir þú atkvæði þessu máli? Það er fljótlegt að segja frá því að ég mun greiða atkvæði gegn þessu máli, en svona í prinsipinu er náttúrulega að ræða mjög stórt lýðheilsumál og mér finnst nú einfalt að fara þeirri ágætu ráðgjöf sem við fáum frá landlækni og fleirum, en það er líka að ræða greiðlegt hagsmunamál fyrir stórverslunum í landinu og það eru þeir aðilar sem að mæla með þessu, það eru Hagar og þessar stóru búðir sem eru náttúrulega byrjaðar að teppaleggja fyrir þetta mál sem ég tel að sé fallið í þinginu. Nú eru komið þrjá á móti og Haraldur. Já, ég margt spennandi þessu umræðu, ég mun sjálfsögðu skoða málið og styðja það þegar kemur út á nefndinni, það er ekkert vandamáli, ég skil ekki heldur vandamáli umræðinu því að þetta áfengin og komið í matvöruverslani við út land, sko, farið á Hvammstanga, þar er það í búðinni, sem segir okkur það að það má alveg hugsa þetta upp á nýtt og þetta getur styrkt annar rekstur, þannig að ég er nú fylgjandi því að menn skoða þetta nú í kjölinn og hvað þetta tekur mikið pláss í þinginu, því ráðan og þingmenninu meira sjálfur heldur en niður. En þú segir sem sagt já? Já. Jæja, takk fyrir, við höldum hér áfram með gervigreind og svo með stöðu í grunnskólanum.